Góðu gestir, hjartalega velkomin. Gott að sjá að þið komist hérna í gegnum storminn. Við Signý ætlum að fara hérna yfir núna uppgjör fjórða ársfjórðungs ársins og svo svona aðeins hvað við stefnum á að gera á þessu ári. Og ég ætla bara að byrja á því að gefa Signý orðið. Gjör svo vel. Góðan daginn. Ég ætla að byrja að fara yfir með ykkur fjórða fjórðunginn og síðan inn í árið 2019. Svona helstu, ef við byrjum svona helstu þáttur sem áhrif á fjórðunginn og 12 mánuðina. Það er sem kannski ekki mikið nýtt hérna frá kannski fyrri fjórðungum ef við horfum á það þannig. Það sem litar eitthvað að hlut til árið er þessi samruni hey og hérna nema árinu. Það sem hey í raun og veru var, meiri hlutin var seldur og félagi tekið inn sem hlutdeildarfélag og í kjölfar því var færður söluhagnaður að fjárhæð 872 milljónir. Í þessum fjórðungi þá keyptum við allt hlutaféð í Endor. Þau kaup voru í raun og veru gengu gegn í byrjun desember og þar sem þau gengu gegn svona seint árinu þá var í raun og veru rekstur Endor ekki tekin inn í samstæðuna heldur eingöngu efnahagurinn. Og því við sjáum það eins þegar við förum yfir efnahag á eftir hvað áhrif það hefur. Við breyttum framsetningunni á sýningarrétti sjónvarpsefnis á árinu að því leyti til að það var farið með þetta sem byrðir og nú farið með þetta sem óumslegar eignir og þetta hefur helst áhrif á EBITDA hjá okkur þar sem að kostnaður vegna sýningarrétta og allur beitt kostnaður tengdur þeim fyrir gegnum afskriftir. Við innleiddum líka nýja reikningsskilastaðal IFRS 16 og þið sjáu það helst á því að sambarátölur hafa ekki verið uppfærið þar meðan uppfærin sambarátölur út af sýningarréttunum. Þannig að það er smá svona mittsmatsan á milli tímabilin út af því. Áhrif kjarasamninga inn á árið voru metnar 115 milljónir og enduðu í því á árinu. Einskiptiskostnaður á árinu í kringum 358 milljónir. Það var lítill einskiptiskostnaður í fjórða fjórðungi þannig að þetta er svona talan yfir árið í heild sinni. Og svo sem ágætt að minnast á það að neikvæð áhrif þá innkaup á sýningarrétt á milli ára þar sem milli 2018 og 2019 í kringum 10%. Þetta er stæðst í evrum og dollarum en þetta kemur alltaf fram í þá í raun og veru hærri innkaupa verði á sýningarréttum í erlendri mynt sem leiðir síðan til hærri gjaldfærslu þegar þessi réttir fara í gegnum reksturinn. Ef við tökum síðan lykiltölurnar á fjórða fjórðungnum þá eru tekjurnar 4.935 milljónir, EBITDAn 1409. Það er tap á fjórðungnum upp á 2.101 milljón sem í raun og veru skýrist af afskrift af viðstavild sem við færðum á tímabilinu sem litar líka í fyrir hlutfallið sem er 27,5%. Ef við förum svona kannski bara gróflega yfir svona helstu þætti á árinu í tengslu við kannski bæði tekjur og kostnað þá eru verðbreytingar sem við gerðum á Stöð 2 Sport og risapakkanum í kjölfarið á brottfalli enska boltans að hafa áhrif á tekjurnar okkar þyngst inn í þriðja og fjórða fjórðung þar sem breytingin er gerð í byrjun júlí. Það er mjög jákvæð þróun hjá okkur í skemmtipakkanum og Stöð 2, sérstaklega í fjórða fjórðungi. Við erum að sjá þar fjölda í áskriftum sem í raun og veru er talsvert hærri en við höfum séð áður og hærri á sama tímabili áður sem er mjög góð þróun og svo þróun helst áfram núna inn í janúar og febrúar sem er mjög jákvætt. Og við erum að sjá mjög góðan vöxt í maraþoninu sem stakri vöru. Interneti, farsíman og fastlínan er litið af, það er mjög hörð samkeppni á þessu markaði, bæði einstaklings- og fyrirtækjamarkaði og við sjáum það alveg í tölunum okkar, það er mikill verðþrýstingur þarna. En við erum að sjá mjög góða þróun í tekjum á reiki á milli ára, það er við erum með hagstæða samninga sem hafa skilað sér ágætlega til okkar. Það er sjátt að minnast á það hvað var það vörusöluna, það var einskiptis sala á fjórða fjórðungi 2018 sem litar svolítið breytingarnar á milli ára upp á 190 milljónir. Þannig að raunlækkun í vörusölu er í raun og veru óveruleg á milli tímabila og fjórðunga. Í kostnaðarverðinu þá erum við að sjá góða þróun varðandi dreifingu á fjarskiptadreifingu 365. Við erum að ná þar lækkun í kringum 200 milljónir á milli ára. Aftur á móti fyrir launakostnaðurinn upp hjá okkur sem skýrist að hluta til og stórleiti til út af kjarasamningsbreytingum og starfslokakostnað á árinu sem hefur verið töluverður. Dagskrár- og útsendingakostnaður hann hefur aukist en það er að hluta til út af hærra innkaupaverði á sýningarréttum en sem og aukin áhersla á innlent efni þar sem við erum að styrkja dagskrána og ætlum að halda því áfram með áherslu á innlent efni. Það eru hærri afskriftir af rekstrarfjármunum sem skýrast bara af talsvert miklum fjárfestingum á árinu 2018
og það er eitthvað sem kemur náttúrulega inn núna áframhaldandi tímabil. Rekstrarkostnaður, við erum líka að sjá góða lækkun þar sem við sjáum á flestum stöðum, en á sama tíma þar þá er hann einnig svolítið dregið niður út af uppgjör á starfslokasamningum og hækkun afskrifta sem skiptist milli þessara liða í rekstrarreikningnum. Ef við skoðum síðan bara tölurnar í rekstrinum, þá er salan þarna, eins og ég sagði áðan, 4.935 milljónir á fjórða fjórðungnum og lækkar 489 milljónir. Kostnaðarverðið lækkar 343 milljónir, þannig að framleiðin er 1837 á móti 1983 á sama tímabili árið áður. Rekstrarkostnaðurinn fer niður 112 milljónir og þarna sjáum við virðisrýrnina sem farið var á vistaveldinni á tímabilinu upp á 2452 milljónir. Þetta skilar rekstrarafkomu neikvæðri á þessu tímabili upp á 2,1 milljarð á móti hagnað upp á 301 milljón á sama tímabili árið áður. En aftur á móti ef virðisrýrnin hefði ekki verið til staðar þá værum við þarna með hagnað upp á tæpar 260. EBITan er 1409 á móti 1449 á sama tímabili árið áður, eða lækkun 40 milljónir. Það sem er allan jákvætt í þessu, við erum að sjá hækkandi framlegð. Hún er 37,2% á þessum fjórðungi á móti 36,6% árið áður, með fjórðungnum áður. Og EBITDA hlutfalli er svipað ef við tökum virðisrýrnina til hliðar. Tekjustraumarnir, þarna sjáum við fjölmiðlunin, hún lækkar 216 milljónir á milli tímabila, fer úr 2295 yfir í 2079. Internet er að fara niður 5% á milli tímabilana, farsíminn 2% og fastlína 25%. Fastlínan er svolítið þróun sem við erum sjá. Við erum samt svona að vona að við séum að ná svona ákveðnum stöðuleikar. Við ætlum að sjá það inn í janúar að það er mjög svipuð þróun á milli desember og janúar. Þannig við erum svona að vona að það sé komin einhver svona, hvað getum við sagt, stabilitet í þetta. En aftur á móti er þetta þjónusta eins og við svo sem vitum að er að breytast. Fólk er að hætta svolítið með heimasíman, en við svona trúum því að þetta nái stabiliteti. Vörusalan, eins og ég sagði áðan, hún helst nokkuð óbreytt ef við horfum fram í þessari einskiptissölu sem átti sér stað á fjórða fjórðungnum 2018 upp á 119 milljónir og aðrar tekjur lækka 11%. Þetta eru svona tilfallandi aðrar tekjur út af ýmsum þjónustusamningum og slíku. Sjóðstreymi fjórðafjórðungsins, það er handbært fé frá rekstri, 1,9 milljarður á móti 1,3 ári áður og eykst 595. Fjárfestingar eru 1666 á móti 1215. Helsta skýringin á aukningunni þarna eru sýningarréttinir. Þeir voru þungir hjá okkur í síðasta fjórðungnum. Stórum hluta til út af dagskránum sem var þar, en líka bara íþróttaefni sem kemur inn í fyrsta fjórðung 2020. Og fjármögnunarhreyfingar eru jákvæðar 220 milljónir á móti neikvæðum og 93 á sama tímabil áður. Þetta skilar sér allavega í því að handbært fé frá rekstri fyrir vexti og tekjuskatt er 2,1 milljarður á móti 1,5 ári áður, þannig að það er aukning þar 608 og frjálst fjárflæði eykst 228 milljónir á milli fjórðunga. Ef við förum síðan í árið í heild sinni, þá eru tekjurnar 19,8 milljarðar, EBITDA 5,5, afkoman er tap upp á 1,7 milljarð og eiginfjárhlutfallið sama á áðan 27,5. Ef við horfum á heildina fyrir árið þá erum við að sjá tekjurnar lækka 943 milljarða á milli áranna, 943 milljónir, það er nú ekki að fyrir að meta svona stórt, og kostnaðarverðið fer niður 127, þannig að framleiðin í raun og veru lækkar 816 milljónir sem skýrir alltaf stórum hluta til í raun og veru niðurstöðu ársins sem við horfum fram hjá virðisrýrnuninni. Rekstrarkostnaðurinn, hann lækkar 151 milljón og þetta skilar okkur í EBIT neikvæði upp á 1,9 milljarð. Þannig að framleiðin ársins er 36,5 á móti 38,7 og EBITDA-prósentan 27,8 á móti 27,1. Þannig vert að hafa í huga líka áhrif yfir 16 á reksturinn, þar sem að tímabilin er ekki að fullu samanburðarhæf.
Hérna sjáum við tekjustraumana, breytingarnar á milli tímabilina og þar vegur kannski breytingin í fjölmiðlunni mest, eða lækkun 446 milljónir. Interneti fyrir niður 2%. Farsíminn, hann stendur þokkalega sterkt en lækkar 1% á milli tímabila. Farslínan 23% og vörusalan 11%, en eins og ég tiltók áðan þá er raunveruleg stabilitet þar á milli og horfum fram hjá einskiptissölunni. Efnahagsreikningurinn, hann er svona nokkuð eðlileg þróun honum milli tímabila. Rekstrarfjármunir sambærilegir á milli sem að fjárfestingar og afskriftir mætast þarna einn á móti einum nokkurn veginn. Afnotarétturinn kemur nýr inn í kjölfar innleiðingu IFRS 16. Þið sjáu talsverða hækkun þarna frá 9 mánuðum sem skýrist að kaupunum Endor. Þeir eru þungir í fjármögnunarleigusamningum, þannig að þeir koma þarna stórir inn. Óumslæðareignir lækka 2 milljarða sem skýrist bara að stórum hluta til af afskriftinni á viðskiptavildinni, en einnig að því að við kaupum Endor og það kemur inn þar viðskiptavild upp á tæpar 600 milljónir og fjárfestingar og afskriftir þar raun og veru mætast einn á móti einu cirka bátan. Þetta er nokkurn veginn þróunin þarna á milli tímabila. Eignarhlutir í félögum skýrist að stærstum hluta til af eignarhlut okkar í Færeyjum sem við förum með sem hlutdeildarfélag sem ég tiltók áðan, og tekjuskattsinneignin hækkar frá fyrra ári vegna í raun og veru skattalegs taps á tímabilinu. Aðrir veltufjármunir, þeir aukast þarna 496 milljónir. Þetta er líka litað að hluta til af Endor, þar sem viðskiptakröfur þeirra koma þarna inn. En einnig er þetta vegna sýningarréttanna á fjárhagurinn sem hækka talsvert, þannig að þetta skýrir þá breytingu. Handbaraféð er 634 milljónir á móti 356 í árslok 2018 og eignir flokkaði til sölu tengjast Færeyjum í raun og veru millifærast þarna upp og í eignarhlutin stóran hluta til. Þannig að efnahagsreikningurinn nokkuð svona sambærilegur og skýrist eðlilega milli þessara tímabila ef við horfum eignamegin. Skuldarhlutin, þá eru vaxtabærandi skuldir, þær standa nokkurn veginn í stað á milli tímabila. Sjáðu þarna leiguskuldbindingin kemur inn og litar þetta talsvert og þarna er sama skapi, kemur Endor þarna til hækkunar frá 9 mánuðunum. Tekjuskattsskuldbindingin, hún í raun og veru fer niður sem myndist áðan, þar sem eftir situr tilheyra mestu leyti til Endor-félaginu og aðra langtímaskuldir sem þarna sitja tengjast kaupunum Endor og tengjast skilyrta kaupverðinu sem til staðar er vegna þeirra kaupa sem háðir ákveðnum takmörkunum, ekki takmörkum, heldur targetum í raun og veru tengdum þeim rekstri. Næstarsafborgun helst nokkuð óbreytt, skammtímaparturinn í raun og veru litast þarna leiguskuldbindingspartinum og svo erum við aðra skammtímaskuldir sem hækka sem tengjast Endor líka að stórum hluta til, vistarskuldir og fyrirframmynda tekjur sem eru þar í bókunum sem að hækka þennan lit talsvert. Og hérna sjáum við svo sem til hliðar, ágætt að hafa þennan samburð, í raun og veru eiginfjárhlutfallið þá án IFRS 16 ef svo innleiðing hefði ekki átt sér stað, en eiginfjárhlutfallið eins og það stendur núna í 27,5%. Við horfum á sjóðstreymi ársins 2019, þá sjáum við handbært frá rekstri eykst 688 milljónir, fjárfestingarhreyfingar þær minnka 377 milljónir sem skýrist að stærstu hluta til af bara minni fjárfestingum í varanlegum rekstrarfjármunum og óumsliðum eignum. Sýningarréttir og fjárfestingar þar haldast í raun og veru cashflow-lega síðan nokkuð sambærilegar á milli tímabila og fjármögnunarhreyfingarnar eru neikvæðar 380 milljónir á móti jákvæðum på 434 á sama tímabili árið áður. Þetta skilar sér í handbæru fé frá rekstri fyrir tekjuskatt og vexti upp á 6,3 milljarða á móti 5,3 árið áður og aukningu þá í frjálsu fjárflæði upp á 1,3 á milli þessara ára. Ef við skoðum svona lykilmælikvarðana þá sjáum við breytingun í eiginfjárhlutfallinu þarna á milli tímabilina 39,6 í 27,5 sem alltaf skýrist af afkomu ársins og niðurfærslunni að stærstu hluta til út af viðskiptavildinni. Veltufjárhlutfallið er 1,4 á móti 1,3 og hreina vaxtabærandi skuldir þarna lækka eins á milli tímabilina en leiguskuldingin mætir þarna ofan á þetta. Ef við horfum aðeins inn í árið 2020 þá er áhersla okkar fyrir þetta ár að auka framleiðni í fyrirtækinu. Það er svona lykilatriði sem horfa á bæði út frá tekjupartinum og kostnaðarhliðinni.
Við erum markvisst að vinna því í raun og veru bara straumlínulega ferla félagsins og með það markmið að ná út þeirri fullu samleið úr rekstri fjarskipta og fjölmiðlunar hjá fyrirtækinu. Og það er verið að vinna mörg verkefni því tengt. Við erum líka að fara yfir ferli okkar í kringum fjárfestingar, hvernig í raun og veru við getum hámarka skilvirkni út úr því og ábatan, þannig við séum að gera það svolítið vistadrifið. Við gerum ráð fyrir því að fjárfestingar á árinu verði í kringum 1 milljarð, en það er öllu óbreyttu í raun og veru, því að það eru líka önnur mál í gangi eins og mögulegt samstarf í kringum 5G. Við gerum og ætlum okkur að ná betri EBITDA-framlegð á árinu og lykil hlutverki er svolítið að bæta sjóðstreymið úr rekstrinum. Þannig að þetta er svona það sem við leggjum upp með fyrir árið. Heiðar, þú taka við. Já, þið kannski takið eftir því að við erum alveg hætt að tala um einskiptiskostnað, við erum alveg hætt að tala um sameininguna og allt þetta. Þetta er yfir staðið, við erum bara að tala um reksturinn eins og hann er og við erum að tala um framtíðina og það sem við leggjum áherslu á er náttúrulega frjálst fjárflæði og það sem mestu skiptir núna er að auka það og við náum að auka það á milli áranna 1380 milljónir. Við munum auka það enn frekar á þessu ári. En það sem svona hreyfir mestu við fjárfestingum og í raun og veru frjálsu fjárflæði til framtíðar, það eru þá fjárfestingar í innviðum. Og það kom tilkynning sameiginleg frá Nova Símanum og okkur núna rétt fyrir árslok og það eru búið að eiga sér stað fundir með eftirlitsaðilum, Póst- og fjarskiptastofnun og Samkeppniseftirlitinu og mér langaði svona aðeins að segja ykkur frá 5G og hvað er að gerast þar og svona í framhaldinu hvað við teljum að geti orðið raunin hér á Íslandi. Í dag er bara 1 milljón notenda á 5G í Evrópu og það er fyrst og fremst aðilar sem að nota 5G til þess að taka the last mile, fiber to the home, vegna þess að Ísland, við erum svolítið öðru vísi, við erum eitt ljósleiðara vættasta land í heimi, það er búið að draga ljósleiðara inn í hvert einasta hús hér í Reykjavík og stundum 2, á meðan við getum hort á eldri stórar borgir í Evrópu eins og Berlín og London, þar sem er bara kopar meira og minna, það er innan við 10% ljósleiðara væðing. Þannig að það sem er verið að gera núna, það er verið að tengja háhraðanet, þannig að þú færð 1 gigabæt heimtíðin eins og við erum vön hér bara beint úr vegnum, að þú færð það í gegnum í raun og veru mobile broadband, þú færð það í gegnum farnet í staðis að fá það í gegnum fastnet. Þannig að það hefur svona drifið áfram þessa aukningu í 5G. Ef við skoðum síðan búnaðinn sem er í kringum 5G, þá er hann svona fyrstu kynslóðabúnaður, batteríið endist illa og í símónum, þeir eru mjög þungir, þeir eru mjög dýrir, kosta 3-4 sinnum meira heldur en venjulegu sími og hvað varðar síðan ráterana sem fólk fær heim til sín að þá eru þeir 10 sinnum dýrari heldur en hefðbundnir 4G ráterar en þetta er svona allt að gerast. Það sem að markaðir standa fremst, það er raun og veru í Shanghai og í Seúl og í Kína og Suður Kóreu þá erum við með svona 10 milljónir plus notanda, þannig á heimsvísu að þá er þetta ekki mjög margir. Við getum hort á það að í dag er það bil 700 í raun og veru farsímakerfi út heiminn en í heildina er verið að byggja upp það bil 60 5G kerfi í dag, þannig að þetta er svona rétt að byrja. Það hafa komið í raun og veru svona, getum að sagt, ekki beint tilskipanir en svona óskir frá eftirlitsaðilum og í Evrópu er þetta orðin sameiginleg ósk að þessi kerfi byggja ekki bara á einum byrgja. Öryggisvegna og líka bara út frá hagkvæmni. Það er alltaf auðvitað betra að vera ekki eins og þeir kalla það vendor dependent, að vera háður einum byrgja sem á þá svo mikið í kerfinu að þú getur ekki leita tilboða annars staðar. Og hérna á svona örmarkaði eins og Íslandi þá sjáum við náttúrulega að Síminn er með Ericsson, Nova og við erum með Huawei, við höfum verið með það í samrekstri í sendafélaginu og þetta er eitthvað sem við sjáum að vera hægt að samnýta þannig að við fengjum styrkina út úr báðum kerfunum, öllum til hagsbóta. Og þá kæmi það líka til að slíkt kerfi yrði alltaf öruggara og hagkvæmara. Þannig að við myndum þá geta boðið mun betri verð til neytenda. Og 5G-kerfi útheimtir margfaldan sendafjölda og í dag þá er svona hugtakið sjálfbærni og að minnka sóun út allt og auðvitað með því að hafa færri sendastaði og hafa meiri skilvirkni þá erum við að dansa í takt við það.
Mér langaði aðeins að sýna ykkur svona hvaða innviði við eigum vegna þess að við eigum landsdekkandi ljósleiðarakerfi. Við erum inn í NATO-strengnum og Íslandssími sem einn af forrennurum okkar fyrirtækis byggðu upp hér stórt metrónet sem liggur út allt höfuðborgarsvæðið og við höfum samkeyrt með gagnaveitu Reykjavíkur. Við eigum auðvitað farsímakerfi allt land, við erum 500 og eitthvað sendastaði. Og í dag erum við líka með eina landsdekkandi sjónvars- og útvarpskerfið. Þannig að ef við förum síðan aðeins inn í farsímakerfið, að við erum með 4G-kerfið sem nær til 99,7% landsmanna. Og við náum líka lengst út á miðin og það sem við höfum verið að bæta á þessu ári að þétta kerfið mjög mikið og við höfum verið að sækja ný viðskipti til aðila sem áður gátu ekki tengst 4G-kerfinu en fá núna miklu betri þjónustu á mun lægra verði. Þannig að þetta eitthvað sem heldur bara áfram hjá okkur. 5G útbreiðslan, hún mun náttúrulega aldrei gerast með sama hraða, það þarftu miklu fleiri senda að verða ákveðin svæði eins og höfuðborgarsvæðið sem verða fyrst tekin inn og síðan hugsanlega fleiri svæði en það yrði ekki með sama hætti og 4G-kerfið eins og sakir standa í dag. Við höfum oft minnst hérna á gagnaveri sem við erum að byggja með öðrum og það bara alltaf áætlun og það byrjað að setja í gang þar skápa og allt gengur bara eins og á að vera. Ég nefndi að einhvern tímann að okkur hefur vegna betur að selja inn til aðila. Við erum með náttúrulega rosalega sterka fyrirtækjaþjónustu hjá okkur. Við þjónustum langflest af stærstu fyrirtækjum landsins og þau þurfa alltaf að gæta þess hvar þau geyma sín gögn og annað þvíumlíkt. Og þetta svona eykur okkar, getur maður sagt, styrk á fyrirtækjamarkaði að hafa þetta gagnaver. Þetta verður, myndi ég ætla, hagkvæmasta gagnaver bara í heimi. Það með þannig orkustaðal að það notar, ef við tökum meðal gagnaver í Evrópu, þá það að nota 30-40% meiri orku heldur en þetta gagnaver. Fremstu gagnaver í Evrópu, kannski 10 sinnum meiri orku heldur en þetta gagnaver, pluss að þetta fyrsta gagnaveri sem með algjörlega hreinan, grænan raforkusamning. Þannig að við erum með bjartsýn á þetta verkefni, þetta gengur vel og það verður gaman að halda áfram að vinna með þetta. Hvað varðar síðan sjónvarp og útvarp, hvar stöndum við? Það oft verið að ræða, hér að koma alls konar efnisveitur og hitt og þetta. Við erum alhliða fjölmiðill, við erum í raun og veru að framleiða okkar eigin dagskrárefni, við vinnum á öllum helstu miðlum, við erum með útvarp, við erum með sjónvarp, við erum með vísi og í gegnum það þá getum við líka dreift þessu í gegnum eigin kerfi. Þannig að við höfum mjög sterka stöðu hvað varðar þessa samkeppni. Það eru ákveðna kvaðir á þeim sem koma hérna inn með efnisveitur, að vera með ákveðið hlutfall af íslensku efni eða evrópsku efni og þær kvaðir ímynda ég mér sem við störfum undir muni líka ganga yfir erlendu efnisveiturnar varðandi textun, varðandi talsetningu og barnaefni og annað þvíumlíkt. Vegna þess að þessi samkeppnis staða verður að vera jöfn. Það ekki hægt að hafa erlendar efnisveitur að vinna á allt önnum forsendum heldur en við erum að gera hér. Þannig að það gott. Mér langaði svona aðeins að sýna ykkur hvernig við erum hvað varðar miðlana og auglýsingar. Að við erum langstærsti auglýsingamiðill landsins. Við náum til 97% landsmanna á hverri viku og vísir hjá okkur hefur verið stærri en MBL undanfarna vikur og nokkurt skeið núna. Sjónvarpið síðan vaxandi. Janúar var fyrsti mánuðurinn þar sem við höfum meiri tekjur í janúar af áskriftum heldur en í desember. Og það í fyrsta skipti sögustöða 2 sem það gerist. Hvað var síðan útvarpið og þá það gríðarlega sterkt og við erum að þróa áfram hvernig við dreifum útvarpinu, ekki bara í gegnum FM-senda, heldur líka í gegnum upp og annað þvíumlíkt og það mjög spennandi. Þannig að við teljum að þær breytingar sem við höfum verið að gera á okkar auglýsingadeild núna með því að taka þetta allt saman, selja í raun og veru birtingar, selja í raun og veru herferðir beint til auglýsenda, það mun styrkja mjög mikið okkur á þessu markaði. Þannig að við teljum að það sé spennandi. Síðan náttúrulega framundan núna stærsti leikur Íslands á heimavelli fyrr og síðar og við verðum með EM og við erum mjög spennt fyrir því. Og við í kringum þetta erum að breyta svona aðeins nálgunni með auglýsingunum og öðru. Það sem við getum nýtt þetta að við höfum útvarpið, við höfum vísi og það sem við erum að gera að nýta styrkleika hvers miðils og láta þá vinna betur saman.
Þannig að upp á svona stórviðburði að þá vandfundið betra heimili fyrir þá bara nokkuð staðar heldur en hjá okkur vegna þess að við snertum svo marga og gerum þetta gríðarlega vel. Þannig að í framhaldi af þessu þá ætla ég ekki að hafa neitt lengra svona með kynningu beint en bara vonast til að fá frá okkur spurningar. Þannig að Signý, ef þú kemur hérna. Takk. Sýningarétti og eitthvað fleira, bara ef við getum útskýrt aðeins betur. Öðru lagi þá kannski þróun áskrifenda í farsíma, hvernig var fjöldaþróunin á fjórðungnum og kannski líka þá bara meðaltekjur á notenda í farsíma, hvernig þróunin var þar á þessum fjórðungi og hvernig það lítur út þá fyrir árið. Og síðast kannski aðeins bara pæling með, kannski útskýra aðeins betur þetta Endor-félag og tekjur þess með þá þetta Atos út í erlenda félagið, hvað það stór hluti af þeirra tekjum og hverju tekjuspáin kannski fyrir hvað 1,5 milljarðar 2018, við tölum einhverja 3,54 2019, hvað eru horfurnar fyrir 20 og framleiðið þar og kannski þið getið gefið einhverja betri innsýn í það félag. Já, ég get byrjað á farsímafjöldanum, hann ekki mikið breyttur, við höfum verið að sækja mjög mikið á fyrirtækjamegin, við höfum aðeins mist einstaklingsmegin, þannig að heildin ekki stórvægileg breyting, ég myndi segja að vera óbreytt. Síðan hvað varðar meðaltekjur og viðskiptavin, þá hafa þær aðeins farið hækkandi á einstaklingsmarkaði. Þetta auðvitað frekar flókið hjá okkur vegna þess að við erum svo sterk á fyrirtækjamarkaði og það eru óbeinar tekjur sem koma að því að við seljum líka starfsmönnum farsímaþjónustu og heimatengingar og annað þvíumlíkt. Þannig að ef við myndum taka svona hefðbundin einstaklingsmarkað, þar sem við gleymum alveg þessari vídd sem tengist á fyrirtækjaviðskiptunum, að þá hefur samkeppni þar svo sem verið harðari, en að meðaltali að þá meðaltekjur heilt yfir af einstaklingsviðskiptum með þá fyrirtækjahlutanum að það svona aðeins upp og fjöldin óbreyttur. Síðan hvað varðar Endor að þá eru þeir að semja við nokkra stóra viðskiptavini, þeir eru með Atos vissulega sem stóran og sinn stærsta viðskiptavin. Það ekki meiri hluta tekna, þeir eru með risa viðskiptavini eins og BMW og slíka aðila líka. Þeir eru að gera 2, 3, 4 ára samninga og þá gerist það að þeir koma svona í slumpum. Menn eru svona 1 ár að undirbúa samning, í fyrra duttu inn nokkrir samningar sama árið. Eins og við höfum lagt þetta upp að þá gerum við ráð fyrir bara svona 2 milljörðum plus í svona venjulegan rekstur þegar við svona horfum til lengri tíma. Margínur af þessu skiptast í tvennt, það annars vegar sala á tækjum, það kaupa tölvur og skápa og annað þvíumlíkt og setja inn í gagnaverin og svo það þjónustan á tímabilinu. Og þetta eru mjög ólíkar margínur. Það náttúrulega hærri margína á þjónustunni en af sölunni, þessu one-off sem kemur þegar bara verið að innleiða í raun og veru fyrirtæki, það eru mun lægri tekjur. Þannig að afkoman í fyrra hjá Endor svolítið uppblásin af því að mikið af svona einskiptistekjum sem kom inn á lágu hlutfalli en svo kemur þjónustan á hærra hlutfalli fylgjandi og eftir í 3-4 ár. Eitthvað sem þú vilt bæta við? Nei, það svo sem ágætt að hafa í huga líka, þú veist að Endor ársreikningurinn í fyrra ekki gerður samræmi fyrir 16, þannig að þeirra í raun og veru reikningsskil hafa verið gerðir samræmi við lögum ársreikninga. Þegar við tökum það inn þá þurfum við náttúrulega að taka það samræmi fyrir FRS, þannig að það verður mats þarna á milli. Þannig að í raun og veru að þið horfið ársreikningi þeirra fyrir 2018 þá þyrftu það umbreytunum yfir í FRS til að sjá hvernig við tökum hann inn við samstæðuna. Þannig að það smá munur þar á í raun og veru. Svo var það efnisréttirnir og fjárfestingar. Já, Capexið, það inniheldur ekki efnisréttina. Signý, kannski Heyrið mér núna? Já, en það rétt. Capexið í raun og veru sem gáum upp á 1 milljarð inniheldur ekki efnisréttina. Sýningarréttirnir, ég á ekki von á því að fjárfestingar í sýningarréttum verði mikið lægri heldur en hafa verið 2 síðustu ár, en samsetningin í þeim verður öðruvísi. Hún verður öðruvísi því leit til að það verður meira áhersla á innlenda efnið heldur en erlenda, því að við erum að reyna að breyta því mixi bara með þeim áherslum. Það alltaf erfiðara kannski að setja fram spá fyrir sýningarréttina út árið því að við erum alltaf svolítið bara að vinna það
í raun og veru eftir dagskrársetningu á hverjum tíma. En eins og stendur þá er ég ekki vonað því að það verði mikil breyting á þeim tölum. Það hafa verið nokkuð konsistent á milli þessara 2 ára síðan við komum hérna inn. Það er náttúrulega eins og dýr sýningarréttur sem er enska úrvalsdeildin, að hún dettur út, hún var inni í hálft ári hjá okkur í fyrra og við erum að ná bara hagkvæmni í því að framleiða meira sjálf og ef að krónan heldur áfram að veikjast, sem ég á svo sem ekki að vona á, að þá framleiðum við meira sjálf, við höfum það í hend okkar hér og með svona nýri stjórn og nýri stefnu á miðlunum að þá erum við að sækja mjög mikið fram, við erum með þætti sem eru það vinsælir að við höfum ekki séð annað eins hjá Stöð 2 bara í lengri tíma. Þannig að við sjáum bara að íslenska efni sem við erum að framleiða, það hittir í mark og við ætlum að framleiða meira slíkt. Fleiri spurningar? Aðeins horfurnar og segir hérna bara fá smá útskýringu sko. Eldra form á horfum næri ekki utan það breytingar sem við ætlum að gera á rekstrinu. Hvaða breytingar ertu þá sérstaklega að tala um? Já, við erum eins og ég var að reyna að útskýra og við greinlega ekki gert nógu vel að það var að við erum auðvitað að breyta fjárfestingum til lengri tíma og ef við erum að horfa á það hvað í raun og veru gagnast hluthöfum þá er það ekki EBITDA, það er bottom line og það er ekki bara bottom line, það er bara sjóðstreymi. Þannig að mér finnst miklu betri mælikvarði á árangur fyrirtækja gagnvart hluthöfum, það er sjóðstreymi. Og það er horfur sem stuðstöðar við, sem var EBITDA, það er ekki eitthvað sem við erum að fókusera á í dag. Við erum að fókusera á sjóðstreymi og sjóðstreymi ræðist mjög mikið af fjárfestingum. Og ef við náum að breyta í raun og veru uppsetningu fyrirtækisins, þannig að við verum fjármagnsléttara fyrirtæki, þá erum við að tala um það, við erum að breyta föstum kostnaði í breytilegan. Ef við getum útvistað meira verkefnum, ef við getum tekið hluta innviðunum okkar og sett í samrekstur með öðrum, að þá breytist algjörlega eðli fyrirtækisins. Og svo að ég bara leggja eftir áherslu á það, ég meina í fyrra þá jukum við frjálst fjárflæði 1380 milljónir og við ætlum auðvitað að auka það meira núna og það er það sem ég held að gagnist lántökum og hluthöfum langmest að horfa á. EBITDA-talan eftir að við settum inn EFRS og við neydumst til að breyta út frá EFRS 16, hún er orðin svo bólgin og óskiljanleg að ég tel að það sé miklu betra að horfa á sjóðstreymi. Sjóðstreymi hins vegar hjá okkur er svo háð því hvaða framtíð verður á þessum fjárfestingarhluta innviða. Og auðvitað eins og við sögðum í yfirlýsingunni, við ætlum að reyna að klára eitthvað á fyrri helmingi þess árs og ef við sjáum fram á og það sé eitthvað að breytast þarna, við komum með einhverja horfur og sjóðstreymi þá, ekki EBITDA og svo þarfum við að kasta því á miðju ári, það er bara það sem ég er að tala um. Mér okkar hérna Vísir, ég man ekki alveg hvort ég man það rétt, en þið voru með samning við Fréttablaðið að fýta fréttir þar inn. Hvað er langt eftir af þeim samningi? Já, samningur rann út 1. desember. Hvernig, eru þið sjálf að gera þetta? Já, við rekum hérna, myndi ég segja, öflugustu fréttastofuna. Við erum með sjónvarpsfréttir, hádegisfréttir og fréttastofu sem setur inn á Vísi á hverja einustu sekundu. Þannig að við erum með það. Það sem við fengum frá Fréttablaðinu var í raun og veru efnið úr blaði þess dags að morgni. Það var lesið talsvert milli 6 og 8 en svo bara datt lesturinn niður. Þannig að þegar vorum að búa okkur undir það að við myndum renna úr þessum samningi að þá auðvitað smá saman tónuðum við niður þessar fréttir og fórum að setja inn eigin fréttir. Þannig að þetta hefur ekki haft nein áhrif á í raun og veru lestur okkar miðils og við sjáum það í dag að við erum vinsælli, við erum með fleiri heimsóknir heldur en við vorum með í nóvember í samanburði við keppinauta í dag. Þannig að það sem auðvitað býr til Vísi er að hann er fjölmiðill, við eigum svo mikið af myndbrotum, við eigum svo mikið af hljóðbrotum sem koma þarna inn. Það er eins og uppáhaldsþátturinn minn FM 95 Blöð, hann er spilaður 300.000 sinnum í gegnum Vísi. Og ef að þeir eru að horfa eða hlusta þá mig endla bjóða mér í þáttin, ég hef ekki ennþá fengið að fara þangað. En sko þetta er svona,
Við erum síðan með auðvitað myndbrot og svo skemmti þætti Sóla Hólm og Gumma Ben og Sóli Hólm er þá að leika sér eitthvað. Við erum að fá 100.000 sem sagt áhorf á eitt slíkt brot, Kompás, frábær þáttur, allt upp í 200.000 áhorf á eitt slíkan þátt og hann er bara á marathon á efnisveitin okkar og á Vísi. Getur þú kommentar hans á miðlana þessa fréttastöð? Hvernig gengur að reka? Það gengur alltaf betur og betur. Við erum alltaf að ná betur og betur til almennings. Við erum að fá alltaf meira og meira áhorf. Við erum síðan að stilla auglýsingar þannig af að þær tengist betur hverjum áhorfanda. Það er eins og núna bara á bolludaginn að þá vorum við með bakarí út á landi. Það er ekkert mál að stilla Vísi þannig af í dag að bakaríð á Egilsstöðum hertekur Vísi þann daginn. Við erum núna í ákveðinni símasöluherferð á Norðausturlandi og þá er það þannig að þeir sem komin á Vísi frá Norðausturlandi, þeir fá allt annars konar auglýsingar heldur en þeir sem komin á Vísi hérna í Reykjavík. Og við erum að breyta í raun og veru módelinu þannig að verði miklu gagnvirkara. Og síðan náttúrulega smá saman að þá breytum við Vísi sem er, myndi ég segja, hjartað í fjölmiðlunum okkar í að hann verður meira klæðskera sniðinn að hverjum og einum. Þannig að hver og einn eftir áhugasviði, hann fær þá auglýsingar við hæfi og hann fær efnisframboð við hæfi. Auðvitað verður alltaf hjarta á Vísi sem eru fréttirnar, sem er eitthvað sem býr til svona sameiginlega sýn á hvað er að gerast. En þar í kring að þá fer það eftir áhugasviði hvers og eins hvað það sér. Fleiri spurningar? Aðeins meira fjárfestingarnar. Hvað milljarður þess ári svona normalisera level með við núverandi rekstramódel? Hvað er svona þín sýn á það? Já, og það er einmitt þessi, þetta er góð spurning og svona í ætt við það sem Rúnar var að spyrja hérna áðan að hvað verður normal fjárfestingaþörf eftir að 5G byrjar? Hvernig verður það kerfi byggt upp? Við sjáum alveg tækifæri í því þegar 5G er komið að fara fram hjá fastnetunum á stóru leyti. Við erum í dag að kaupa fastnet af GR og Mílu. Við erum að reka ákveðið burðarnet í kringum það að stýra umferð á þessu svæði og þessum kerfum. Getum við bara komist fram hjá því og fara með þetta allt inn í farsímakjarnan hjá okkur. Og þetta er eitthvað sem við erum að skoða og svo líka bara hvernig verður uppbyggingin á markaðnum. Vegna þess að það er búið að ljósleiðaravæða allt. Það verða ekkert lagðir mikið fleiri ljósleiðarar. En það er önnur tækni að koma. Og þessi milljarður sem við erum að tala hann er til samanburðar á síðasta ári rétt 1,8. Hann litast að hluta því að það hefur verið að klára sameininguna. Hann var árið þar á undan 2,4. En síðan er þetta efnisréttirnir út af IFRS 16 sem leggjast ofan á þetta. Og við viljum svona hafa þetta svolítið skiljanlegra og ekki vera að tala út frá þessum nýju reikningsskilum heldur frekar út frá svona þessum klassísku. Og þá held ég að 1 milljarður sé alveg raunhæft, sérstaklega í fjarskiptunum. 1,5 milljarður að meðaltali næstu 10 árin. En það veltur mikið á því hvernig við náum að vinna saman í að byggja upp kerfi hérna. Ef okkur verður skipt í 3 félög að hver þarf að byggja upp sitt 5G-kerfi, að þá er alveg gríðarleg sóun á þessu markaði. Og með hvað Póst- og fjarskiptastofnun er að segja, með hvað eftirlitsaðilar og eftirlitsaðilar í Evrópu er að segja, að þá er alveg ljóst að menn vilja ekkert slíka sóun. Fleiri spurningar? Nei. Þá bara þakka ég ykkur kærlega fyrir. Takk.